aðeins að spjalla við ykkur að vera hinsegin í íþróttum. Þessi könnun sem við vorum að tala var upprunalega gerð í skólaumhverfinu en hefur í rauninni alls konar snertifleti við íþróttina. En svona alveg í upphafi, þá langar mér bara örstutt að tala þetta, af því að við erum svolítið ringluð oft í því hvað að vera hinsegin. Og það er rauninni, þegar við vorum stofnuð samtökin 78, þá vorum við félag homma og lesbí á Íslandi. En svo bættust alltaf við fleiri hópar. Þannig að í staðinn fyrir að ég var alltaf að þylja eitthvað upp einhverja runu, þá kusum við nýtt orð sem hinsegin. Og það er regnhlífar hugtak yfir þessa 4 hluti. Kynhneigð, sem við þekkjum flest, eða ekki, gagnkynhneigðir, hommar, lesbíur, tvíkynhneigðir, svo framvegis. Kynvitund, og þannig erum við að tala um transfólk og sísfólk. Sísfólk er, fyrir þá sem ekki vita, ekki transfólk. Kyneinkenni, og þá erum við að tala um ódæmigerð kyneinkenni, það sem við köllum í daglegu máli intersex, og svo eru markkynja, þeir sem eru ekki intersex, og kyntjáning, sem er í rauninni bara hvernig við tjáum kyn okkur út á við, hvernig fötum við erum í, hvernig hárið okkar hvernig við erum. Þannig að, já, þegar við erum að skoða þessa 4 hluti þegar við erum að tala um hinseginleikann, eða hvað það er að vera hinsegin. Allavega, stutt innskot. Þetta var skólakönnun sem var upprunalega samstarfsverkefni samtakanna 78, Teachers College, Columbia University og GLSEN, sem er Gay, Lesbian and Straight Education Network og heitir School Climate Survey. Mér langaði að taka þetta saman að því ég var í rauninni bara að taka þessar snertiflöti sem snúa að kannski íþróttum. En þetta var upprunalega gert á skólaumhverfinu. Og þetta voru þátttakendur á aldrinum 13-20 ára sem voru í grunnskóla eða framhaldsskóla á skólaárunum 2016-2017 en var tekið ára eftir. Könnun var netkönnun og loka úrtakið samanstóð af 181 nemanda á aldrinum 13-20 ára. Örstutt, bara svona sjáið aldursdreifingar á þessu. Meðalaldurinn var í kringum 16,7 ár. Og hér sjáið þið kynhneigða skiptingu. Flestir sem tóku þátt voru tvíkynhneigðir. Og svo kynjaskiptingu. Með yfirbyrjandi hlutfall kvenna þannig í rannsókninni, svo ég sjá kannski. En það sem mér fannst svona áhugaverðast í þessu var í upprunalega voru þau spurð hvaða ástæða gæti verið því að þau eru óörugg. Og þá töluðu þriðjungur talaði kynhneigð, 28% töluðu þyngd, þriðjungur talaði fjórðungur talaði kyntjáningu, svo kemur námsgeta og kyn. Þannig sjáum þarna þessa faktora, kynhneigð, kyntjáning og kyn er svona þessir 3-5 efstu. Og svo eru þessi rými sem mér var svona áhugavert kannski fyrir ykkur að sjá. Hvar krakkarnir voru óörugg í skólanum og staðir sem þau forðast vegna óöryggis. Og þar var efst búningsklefarnir, svo eru það leikfimitímarnir og næst kemur íþróttahúsin. Og þó í sjálfu sér kæmi þetta okkur ekkert sérstaklega óvart, þá er þetta svona þessi kynjuðu rými sem hinsegin krakkarnir að forðast helst. Skoðum það betur á eftir. Hér er yfirlit yfir það hversu oft hinsegin nemendur verða fyrir munnlegri áreitni. Þið sjáu kannski kvarðan, blátt sjaldan, gult stundum, appelsínugult oft og þessi rauðleiti mjög oft. Og ég ákvað bara að taka það saman í eina súlu, þannig að þið var ekki með eitthvað talnakraðak, töluðu þriðjungur talaði að þeir eru fyrir munnlegri áreitni vegna kynhneigðar, 21,7% vegna kyns og fjórðungur vegna kyntjáningar. Næst sem vorum að skoða svo líkamlegt áreiti og þetta er þegar verið að hrinda krökkunum og svo framvegis. 12,6% talaði líkamlegt áreitni vegna kynhneigðar, 6,2% talaði vegna kyns og 5,3% töluðu öðru áreiti vegna kyntjáningar. Svo er það líkamsárásirnar. Og hérna erum við bara að tala þegar við erum að ráðast á krakkana. Þetta eru högg og spörk og svo framvegis. 4,6% tilkynntu að þau hafa orðið fyrir líkamsárás vegna kynhneigðar sinnar, 2,9% vegna kyns og 3,6% vegna kyntjáningar. Hér er svo verið að skoða áhrif á líðan ungmenna að heyra niðrandi ummæli hinsegin fólk.
53% hinsegin nemenda segja niðrandi ummæli hinsegin fólk hafi mikil eða mjög mikil áhrif á líðan þeirra. Það sjá þessa skiptingu. Oft einhvern veginn þegar við komum inn í skólana þá heyrum við þessi orð, homofóbísk ummæli á göngunum og annað slíkt, og það virðist einhvern veginn vera lítil þekking það hversu mikil áhrif þetta hefur á hinsegin börn þegar þau eru í þessu umhverfi. Það sem ég fannst svona áhugaverðast fyrir ykkur að vita, þetta stór rannsókn sem þið getið skoðað svo bara á heimasíðunni okkar, samtökin78.is/skólakönnun, að það bil helmingur nemendanna tilkynnti aldrei áreiti eða ofbeldi til fullorðinna. Ungmennin töldu að samvinnunemyndir þeirra væru líklegri til að grípa inn í en fullorðnir ef þau eruð vitni að homofóbískum ummælum. Tæplega helmingur taldi að fullorðnir í skólaumhverfinu grípu aldrei inn í, starfsfólksskólanum eða kennarar eða þjálfarar eða eitthvað slíkt, en töldu aðeins líklegra að samnemendur þeirra myndu grípa inn í. Helmingur nemendanna, tæplega 48%, hafði aldrei heyrt alla sína skólagöngu talað hinsegin fólk eða menningu í jákvæðu ljósi. Og þetta voru svona þessir helstu punktar sem þau voru að kalla eftir. Það að segja að fullorðna fólki gripi inn í þegar þau væru vitni á homofóbískum ummælum og að og það væri einhvers konar endurspeglun á þeirra menningu í þeirra umhverfi. En nú ég búin að messa yfir ykkur hvernig ástandið Hvað getið þið gert í þessu? Alltaf að grípa inn í þegar þið verið vitni á homofóbískum eða transfóbískum ummælum. Af því að þjálfarar og þessi stýra íþróttahreyfingunum setja tónin fyrir umræðuna innan hópana. Hommabrandarar eru til dæmis ekki meinlausir þó að meiningin á bakvið og eigi ekki vera slæm. Í mínu starfi fer ég mjög reglulega inn og tala við ungt fólk, ég tala við ungmenni, ég tala við börn. Og nánast undantekningarlaust þá mæti ég hefur reyndar aldrei mætt hóp af fordómafullum ungmennum. Það hefur bara aldrei gerst. Ég hef aldrei staðið fyrir framan 30 manns sem eru homofóbískir. En þau nota einhver einasta skóla sem ég fer í, þá heyri ég hommalegt, hommi, faggi, svona orðræðu nota. Mjög ítrekkað. Og krakkarnir átta sig engan veginn á hvaða þýðingu þetta hefur. Þau halda þetta sem meinlaust, þau eru bara að grínast, þau meina það ekki að hommar séu slæmir, en það er það sem þau eru að segja. Þess vegna þurfum við fullorðna fólki að setja fordæmi fyrir þau og grípa alltaf inn í þegar við heyrum þetta og útskýra fyrir þeim hvað þau eru raunverulega að segja. Gera ráð fyrir fjölbreytileikanum í starfinu og gera ekki ráð fyrir að allir séu gagnkynhneigðir með kynvitund og ekki intersex. Það er að segja, bara í okkar menningu þá göngum við út frá því að allir séu gagnkynhneigðir og þangað til að annað kemur í ljós. Það er svona útgangupunkturinn okkar þegar við hittum nýtt fólk til dæmis. Mikilvægt að tala opinn og fordómalausan hátt hinsegin fólk og ekki sneiða framhjá því eins og það sé skammarlegt. Ítrekkað heyrt sögur af því að makar séu kallaðir vinir eða jafnvel systur. Það var eitt dæmi par sem var saman í íþróttarhreyfingunni og var alltaf verið að tala er systir að koma á æfingu? Bara konan mín sem ég bý með. Þannig að já, það er bara mikilvægt að opna á þetta. Það sé ekkert feimnismál að vera hinsegin heldur. Skýr og jákvæð skilaboð. Þó að þið vitið að hvað þeir standi gagnvart hinsegin fólki, þá þýðir það ekki að krakkarnir og ungmennin vita. Oft þarf ekki nema bara lítil tákn, kannski regnbogafána á skrifstofuna eða á íþróttatöskuna eða einhvers staðar sem krakkarnir grípa. Af því að ég veit allavega fyrir mitt leyti að þegar ég labba inn í nýtt rými og sé regnbogafána, þá veit ég að ég er velkomin. Það þarf ekki meira til og ég mun alltaf sjá hann ef hann er inni í rýminu. Þetta er bara, ég sér þjálfu í því að spotta regnbogafána. Skoða kynjuð rýmin. Þetta er náttúrulega það sem krakkarnir forðast helst og eru hræddust við. Eru allir velkomnir inn í þessi rými? Er þriðji möguleiki á klefa? Geta krakkarnir farið saman í sund? Búningsklefar, vitið þið? Öll þessi kynjuð rými, klósett,
skoða bara aðstæður, möguleiki að búa til einhvers konar kynhlutlaust rými, af því að það ekkert allir sem passa inn í ramman annaðhvort stelpa eða strákur. Við ráðningar til dæmis að þjálfurum erlendis frá mikilvægt að gera grein fyrir því að virðing sé fyrir hinsegin fólki sé liður í jafnréttissjónarmiðum félagsins. Og stærsti punkturinn, þið þurfið ekki að vita allt. Það þarf enginn að vita allt. Það þarf enginn að vera sérfræðingur í öllu því sem kemur að hinsegin fólki. En þetta bara mikilvægt að bera virðingu fyrir því og virða þau nöfn og þau fornöfn sem fólk vil nota. Við til staðar, Samtökin 78, alltaf. Við alltaf til staðar, það má alltaf hafa samband með okkur, það má senda okkur spurningar, það má leita til ráðgjafanna okkar með allt sem snýr að hinsegin fólki. Þannig að langmestu máli skiptir að vera til staðar fyrir iðkendur og sýna þeim stuðning. Við byggum til bækling transbörn og íþróttir með íþróttasambandinu. Mér algjörlega frábær sem hefur bara þetta nálgast á isi.is, gerir ég ráð fyrir. Já. Takk fyrir komentur úr salnum, það var mjög hjálpsamt. Alltaf þetta nálgast hann og fara í gegnum þetta. Og það teknið saman helstu punktar, bara hvernig hægt að gera íþróttarhreyfinguna transvænni, hvernig hægt að taka betur á móti þessu krökkum. Og svo náttúrulega alltaf í boði að hafa samband við Samtökin 78 og leita til ráðgjafanna okkar. Við erum með síðu sem með öllum þessum hugtökum og meira til, sem heitir hinsegin frá Ö til A. Þarna útskýringar, ef þið sitja eftir ráðvillt með þessi orð sem ég notaði þarna áðan, þá að gera að kíkja á otila.is eða hinsegin frá Ö til A. Það auðvelt að leita sér upplýsinga og fara yfir þetta. Það til dæmis dæmisögur frá fólki sem trans, dæmisögur frá fólki sem intersex, allar mögulegar og ómögulegar kynhneigðar, það allt þarna á svæðinu og endilega renna yfir það. Já, ég fór yfir þetta á leifturhraða. Náðu einhverju því sem ég var að segja eða? Já, ég var svo stressuð að ná að segja ykkur alltaf, ég óð bara áfram. En þá ætlum ég bara að segja takk kærlega fyrir mig. Það var gaman að fá að vera með ykkur. Kæra þakkir, Tóla. Þú kannski þarft að svara einhverjum spurningum? Já, þú meinar. Ég bauð ekki eins og upp á það. Já, endilega. Hafrún Kristjánsdóttir, ert þú með mikrofóninu? Er þetta ekki mikrofóninu? Já, Hafrún heiti ég. Takk fyrir og ég finnst frábært bara innan sem að ISI til þess að vera að vinna með ykkur varðandi að opna og gera íþróttahreyfinguna velkomnari fyrir transfólki. En það sem að ég hef ekki ennþá fundið einhvern veginn svarið við, eða kannski bara ekkert svar, að hvernig þegar kemur að afreksíþróttamönnum og transkonum. Af því að það mjög líklegt ef að transkona hafi töluverð yfirburði yfir þá sískonur. Já, er ég með þetta? Að þú veist, þetta bara svolítið flókið, þú veist, hvernig á að hafa íþróttastarf fyrir transkonur þar sem allir keppa á jafnréttisgrundvelli sem einhvern veginn svona grunnur íþróttana. Hafið þið eitthvað pælt í þessu eða svona velt þessu upp og... Við höfum náttúrulega rætt þetta fram og tilbaka. Alþjóða íþróttarhreyfingin hefur að svara þessu einhverju leyti. Það að segja sett mörk á testosteróni sem þú mátt keppa sem afreks íþróttamanneskja. Þannig að ef þú ert yfir því magni þá ertu í rauninni ekki að keppa í kvennaflokki lengur. Þannig að það var í rauninni lausnin sem var sem alþjóða íþróttarhreyfingin tók upp líklega eftir Caster Semenya intersex spretthlauparann að í rauninni að setja fólki í hormónamælingar. Að því leið og í rauninni þú ert komin niður fyrir eitthvað ákveðið level á testosteróni, þá vöðvabyggingin ekki svo sama. Það var hugmyndin. Þá kannski follow-up spurning af þessu. Þú veist, er það eitthvað sem að trans samfélagið
hérlendis, erlendis er sátt við eða Það er alltaf mjög mismunandi skoðanir á þessu, eins og flestu, sko. En okkar afstaða hér á Íslandi hefur verið svo að fólk má keppa með þeim hópi sem það kýs að keppa með. Svo þarf náttúrulega bara að skoða þetta þegar þú ert komin upp á afreksíþróttasviðið. Það er náttúrulega svolítið öðruvísi mál. En ég get voðalega lítið sagt þér um það í rauninni.